Bendit Gunsson. Benni, nú það stelpurnar. Þær eru að taka á móti Breiðablik á laugardaginn í Íþróttahúsi í Síðuskóla. Við erum búin að spila tvisvar við þær núna í vetur, töpum fyrir þeim í deildinni en unnur Lengjubikarnum. Hvernig mæti liðið til leiks núna? Ég gerir ráð fyrir að liðið mæti bara, ég hafa nú ekkert að nota eins og grennandi ljón áður fyrir, ef ekki að nota þann frasa núna bara. Þannig að það var sárt tap síðast á móti Skallagrimi sem mjög naumt á móti mjög sterku liði og ofan á það þá áttu okkur allra versta leik í Smáranum þegar við töpum fyrir þeim þar. Þannig að ég veit að stelpurnar eru hungraðar í góðan sigur á laugardaginn og alltaf fylgja eftir góðri spilamennsku frá síðasta leik. En það eins og þú segir, leikun á móti Skallagrimi, þetta var hörkuleikur og þegar upp á staði þá kannski topplið sýndi ekkit endilega að væri topplið því að stelpurnar okkar áttu í fullu trefi og hefðu með örlítilli heppni hreinlega bara geta tekið sigurinn. Já, ekki einu sinni þurft heppni til. Við fengum sénsana og tækifærin alveg vilt og galið til þess að klára hana leik en þetta datt með sköllunum í þetta skiptið en ef við höldum áfram að spila eins og við gerðum með þeim leik, sérstaklega hann varnarleik sem við vorum að spila, þá eru ágætis líkur á góðum úrslitum en þetta blikalið er gott líka og ætla sér náttúrulega sigur þannig að þetta gæti enda með því bara hvort liðinu langar meira. En að þú nefndir áðan að trúlega mæti stelpurnar bara eins og grenjandi ljón, það ekki örugglega búin að taka nagla þjöluna og slípa klærnar þannig að verði beittar? Jú, ég held að þetta sé alveg tvöfald ástæða fyrir að mæta ekstra mótiverðar í þennan leik, bæði síðasta leikur og svo síðasta leikur á móti Blikunum sem þær vilja svara fyrir. Þær voru mjög slakar í þeim leik og mjög góðar í síðasta leikum móti Sköllunum en náðu ekki sigri þannig að ég bara veit að þær eru mjög hungraðar í sigur þannig að ég hef enga trú öðru heldur en að mæti dýrvitlausir. Þannig að nú náttúrulega bara fyrir það að byggja ofan á það góða sem var í síðasta leik og heimfæra það í leikinn á móti Blikum á laugardaginn. Algjörlega og það býr margt í þessu liði og það er búið að vera að sýna það undanfarið og við viljum bara halda því áfram og byggja ofan á góða leiki og þó kannski stigin hafi ekki komið síðast þá var spilamennskan þannig að við verðskulduðum alveg 2 stig. Þannig það var mjög flottur stuðningur sem við fengum í síðasta leiku og við náttúrulega hvetjum fólk enn og aftur til þess að halda áfram að mæta á leiki og hvetja stelpurnar til sigurs. Já, það er eiga stuðningin skilið, ekkert minni strákarnir og að spila bara mjög vel og góðan körfubolta þannig að fólk verður ekki svikið og berjaður augum einhverja laugardaga í vetur þannig að ég bara hvet sem flesta og ég veit að þeir sem munu koma, þeir munu halda áfram að mæta því að það er ekki annað en að hægt heldur en að heillast að baráttunni og eljunni í þessum stelpum. Þetta flott lið sem þú ert með í höndunum. Já, mjög svo. Benni, og svo eitt að loka bara, leikun eins og held ég að hafa áður komið fram, hann á laugardaginn og nú klukkan 3. Já, það verður klukkan 3. Þannig að ef fólk hefur séð einhvern annan tíma áður, þá er þetta staðfestu tími í Síðuskóla á laugardaginn. Það er svona búin að færa þær bara nær því þetta sé eins og stórleikjunum á Englandi þannig að fólk kemur bara fyrst hingað og fer og setur svo play bara á vottinu eða eitthvað eftir og horfir á leikinn eftir á í enska boltanum. Já, þetta er góð byrjun á íþróttalaugardegi að kíkja á stelpurnar hérna. Benni, gangið ykkur vel. Takk fyrir það.